Advania býður ykkur upp á tæknihornið. Það ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og við erum næst að fara að tala heilsu og tækni með þennan hatt. Með þennan hatt, já, takk fyrir. Það bleikur föstudagur í dag í vinnunni hjá okkur og við tökum þetta mjög alvarlega. Já, bleikidagurinn í dag. Já. Þannig að það ekki hægt að gera annað en að vera bleikur á föstudegi eins og þú sérð. Ég rauðir í fram og ég rauðir eftir í hjóla. Bleikir yfir. Herðu, jú, við ætlum að tala eins svona heilsueflandi tækni. Það er nú ekki oft sett samansemmerki milli einhverja tækni og þess að reyna að bæta heilsuna, en þetta er nú samt svona, við erum með þessi snjalltæki okkar í vasanum allan daginn. Og þau geta haft alltaf áhrif á okkur eins og við erum fann að kíkja alltaf á þetta, þú veist, er ég að fá post, er ég að fá SMS, er eitthvað, blóðþrýstingurinn fer alltaf upp. En við getum líka látið þetta titra á okkur og pípa og segja, heyrðu, áttu ekki að hreyfa þig, ertu að hreyfa þig. Þannig að það er mjög Virkar það? Það er bara svona böggandi, ég myndi slökkva á honum. Það var að spyrja sjálfstjórn. En það er líka mikið af skemmtilegum svona smáforritum fyrir síma og aðalega þá símana, minna að menn sé að skella spjaldtölvuna á baki á sér og hjóla. En það er mjög mikið það Hvílan, hvílan. Já, þetta er einhvern veginn ekki, já. Nú takk ég þið alvarlega. Nú tek ég. Ætti þessari vitsi og hlusta á mig. Þetta er mikið af mjög sniðum forritum fyrir snjallsímann til þess að bæði halda utan um hvað við borðum og hvernig við hreyfum okkur og reyna að hjálpa okkur. Og allir maður fer nú ekki varhluta af því þegar Reykjavík maraþonið nálgaðist þá voru allir duglegir á Facebook. Já, það var alveg bara búin að hlaupa þetta í dag. Og það var náttúrulega það sem virkar á þig er að ef það er litla forriti sem er að angra þig alltaf að hlaupa meira ef það myndi pósta inn á Facebook hjá þér, Hilda slökkti á mér. Já. Þú myndir ekki fá mörg like á það. Heldur ekki? Nei. Ég myndi að það væri bara svo mikið frelsi í því. Ég fæ alveg, en hins vegar ég er búin að prófa nokkur svona. Mér fannst skemmtilegt, ég einu sinni prófaði forrit sem að, þá tók maður alltaf svona mynd af stikamerkinu á matnum sem er reiknað svona kaloríur, ég vissi aldrei neitt þessar kaloríur. Það er mjög sniðugt, þessi tæki geta farið allan skrambar, Þú getur lesið stikamerki, þú ert svolítið duglegur að það ekki Við varum alltaf með einkaþjálfarann áðan sem er að taka mig gegnum meistaramánuði og þá gat ég rauninni sýnt henni ef að myndavélinn næri þessu, ef að zoom-takja myndavélinni. Hvað gerir í gær? Já, ég bara er alltaf með símann í vasanum og þá get ég sýnt henni að ég labbaði 3740 skref og hjólaði 12,3 km. Duglegur. Og svo get ég meira þess að hérna sér hún hvar ég hjólaði og þá á ég að geta ítt á þetta og sýnt henni leiðina sem ég hjólaði. Þetta er ótrúlega svalt. En það stóð líka að þú hefði verið kjurr í 2 klukkutíma og 32 mínútur, bara einhvers staðar. Það var ég heima að elda. Já, kjurr. Og þetta er alltaf það sem virkar, þegar fyrir marga þá er náttúrulega mælingar alveg óbúslega mikilvægar. Og við verðum einhvern veginn að fylgjast með hvað við erum að gera og þessi tæki er komin í vasanum, þú ert alltaf með þetta í vasanum. Þetta er GPS-tæki, þetta getur verið skrefamælir, þetta getur lesið inn strikamerkin á matniðinum. Og svo náttúrulega endilega passa það með GPS-tæki, þetta séum ekki að senda út í rauntíma hvar það ert, þannig að annars kemst á jólakortarlistan hjá NSA í Bandaríkjunum. Þessi góð við okkur, ég veit alltaf hvar hann er. Svo ég veit allt mig. Svo erum við sér til svona forrit sem eru svona, sýndar einkaþjálfarar sem þú getur bara valið vöðvahópa sem þú vilt æfa og það sýnir þér vídeo af æfingu sem þú getur gert þess að æfa þessa vöðva. Bara einkaþjálfarar í vasanum. Einkaþjálfarar í vasanum, Þeir eru náttúrulega ekki af góðir eins og hinnir, en geta þetta hjálpað og fyrir þá sem er í CrossFit, það náttúrulega er rosalega mikið hvað stóð ég mig vel í þessum æfingum yfir tíma. Þá er til sérstakt forrit til þess að trakka það hvernig þú standa þig bara með þetta workout. Svo sá ég að það var líka svona app sem ég var ekkert tíðan með sem að þá varstu vinur fólks í hóp og þegar það kom svona tilkynning, Tryggvi var í ræktinni, hjólaði svona mikið og þá gæti maður svona læka það eða eitthvað. Já, svo öll þessi forrit eru meira og minna að fara að dæla inn á Facebook eða Twitter og láta allavega vita þig hvað er duglegur. Og það er náttúrulega, félagslega peppið er útrúlega mikilvægt. Stóri bróðir fann að fylgjast með þér. Stóri bróðir fann að fylgjast með þér og mamma til dæmis notar þetta mjög mikið, hún lappar og hjólar mjög mikið og hún er grimm í þessu og hún algjörlega þrífst á like-honum, þannig að það bara maður sér það bara eftir sem er fleiri like þá lappar hún lengra, þannig að maður bara passa sig. Þá er eins og fólk sé fara að hreyfa sig fyrir aðra. Gerir ekki allt fyrir aðra? Ég veit það ekki. Gott. Ef ég myndi posta þessu núna, 12,3 km hjólað á Facebook, þá
Þá finnst mér eins og, já, Þú ert samt, maður gerir allt fyrir sjálfan sig, af því að það lætur mann svo líða svo vel að fá peppi frá öðrum, þannig að þið líður vel að þér hreyfa þig, þú færð sko rössið að því að hreyfa þig og svo færðu rössið að því að þér klappa á baki líka. Þetta er algjört win-win. Með like honum sko. Ég veit ekki, ég prófa alltaf svona í viku, bara svona eitthvað spennandi app að því minnst það skemmtilegt og svo hætti ég þessu. Þú getur allavega að prófa mánuð næst, sjá hvort það endist í mánuð. Ekki meistaramánuður. En það er engin upp betri heldur en önnur í þessu eða hvað? Sko, þetta er eins og margt annað, það er nú bara það sem að, er mest notað sem er best og einmitt til þess að halda utan um svona hlaupaferðir og svoleiðis, þá er forrit sem heitir Endomondo mjög mikið notað, finnst inn á App Store og allstaðar. Og það getur verið tengsl líka fólki, þar eru áskoranir í gangi, bæði lokal áskoranir í einhverjum ákveðnum íþróttum eða landsvæðum, þá verið að skora á fólk að gera betur en þetta eða fara svona mörg skref á einhverjum tíma. En það er svona, þessi félagslegi þáttur er náttúrulega okkur rosalega mikilvægur. Og þannig að það er mjög gott, svo er eitt sem heitir iFitnessPal sem er svona einmitt til þess að sýna manni æfingar sem maður getur sótt. Og sennilega það skásta svona í þessum geira til þess að halda utan um mataræði, það heitir MyFitnessPal. Það er bæði vefur og app. Vantar kannski svolítið íslensku sérréttina, það kom samt heilmikið inn. Já, þannig að það er bara Serióspakkin, hann er þarna og margt fleira. Ég var með alls konar mat sem var bara einhver séríslensk matur og það var alveg bara öll næringarefnin í og það var líka svo fróðlegt að því maður er ofta að pæla í öðru heldur en endilega kaloríum því þar var alveg sámaður bara í dag fékkstu svona mikið B-vitamin, svona mikið C og þannig maður sá einhvern veginn svona jafnvægið á því sem maður var að borða. Miklar upplýsingar sem þú færð út úr einmitt mjög litlum tilkostnaði, bara bera síman upp að strikamerkinu og þá áttu komið með... Já, og svo er það allt. Svo er það allt saman og það er endar nafni minn Þorgeirsson sem er adjúnkt í Háskóla Íslands, hann er líka að vinna að íslensku heilsuappi sem er held ég bara ekki komið út ennþá en það er verið að Íslendingar ætla þá í gegn þessi eins og öllu öðru. Auðvitað. En að gera líka bara að googla. Já, en að lokum er komið app fyrir meistaramánuð? Það er ekki sem ég fann, því miður. Mér fannst það slæmt. Ég hefði líka viljað fá bleikt app, en það er kannski kemur næst. Það kemur næst. Bleikt meistaramánuða. Takk fyrir komuna, Tryggvi minn. Ég hvet bara fólk til þess að kíkja á þessu upp. Þetta er líka bara svolítið skemmtilegt og það er nú held ég það sem að þessi hreyfing og mataræðum er nú alltaf bara svolítið snúast um. Þetta ýtir á mann að gera það. Já, bara hafa gaman að þessu. Höldum áfram eftir augnablik. Advania býður ykkur upp á tæknihornið. Þeir segja tíminn lækni öll sár. Það er helbert kjaftæði. Guð býr líka í myrkrinu. Hann skuldar mér. Það er ekki hægt að lifa í sorg endalaust því hún étur mann upp. Ekkert sem heldur í þig hér. Hefur hún verið svona erfið lengi? Ég held að þetta er því svona Það er ekki hægt að anda rólega í þessu húsi og maður sefur varla á næturnar þegar hún er ekki heima. Hvað ertu hrædd að gerist? Hvað ertu hrædd? Ég er ekki hrædd mitt. Við höfum aldrei talað um það sem gerðist. Hvað vitleysa víst höfum við gert það? Ekki á alvöru. Velkomin Hannes. Takk. Segðu okkur frá þessari mynd, Malmhaus, sem er að vekja athygli núna. Já, Malmhaus er sem sagt ný íslensk kvikmynd eftir Ragnar Bragason, skrifuð og leikstýrt af honum og fjallar sem sagt gerist árið 1992 í sveit á Íslandi og fjallar unga stúlku sem er einhver fjölskyldu sem lendir í því hræðilega áfalli að eldri sonurinn deyr
í mjög brottalegu traktorslýsi og og hann svona, það er sem sá hluti gerist árið 1982 held ég og sem sagt yngri dóttirinn á bænum sem sagt ákveður að taka upp dálítið líferni og svona identity bróðsins en hann er svona metal strákur náttúrulega uppi þá á svona hápunkti nýja breska heavy metal tímabilsins og svo þetta er svona forleikur dálítið myndinni og svo gerist myndin á 1992 þar sem hún orðin 20 þessi stúlka og fjölskyldan og hennar þeirra samskipti orðin dálítið svona frosinn og þau hafa aldrei náð að díla við þessa sorg og við sjáum þarna eiginlega bara svona stúlku í uppreisn gegn samfélaginu sem hún býr í sem að hótar í stanslaust að fara og yfirgefa sveitina en einhvern veginn hefur sig aldrei í það og hvernig svona fjölskyldu bæði svona samband hennar við fjölskylduna og svo líka samfélagið sem að hún býr í sem hún er algjörlega á skjön við og hún er bara þessi metalstelpa og það er bara svona dæmigert íslenskt sveitasamfélag. Já, og þú kemur inn í þetta sem vinur hennar? Já, ég leik Knút í þessari mynd, hann er í svona náttúrulega litlum sveitasamfélagum, það eru ekki mjög fjölmargir skólar og þau eru bara 3 saman í bekk, alast upp saman, Hera sem er aðalpersónan, sem er leikinn af Þorbjörg Helgu og svo er Knútur og svo er hún Elsa sem er leikinn af Þórunn Örnu Kristinsdóttur og hann kemur Knútur kemur aftur í sveitina þegar myndin fljótlega upp að myndar og hann er búinn að vera í bændaskóla og er svona dæmigerður bændastrákur eða svona hestamaður mikill og en er svona dálítið að taka við bíluna af föður sem er aldraður og svona ekki alveg að ráða við það. Og Ragnar Bragason, hann feta alltaf þessa dramatísku slóð með örlítið gamansömu ívafi. Er það sama í þessari myndu eða? Já, þessi mynd er nú fyrst og fremst, hún er mikið drama, myndi ég nú segja. En það er mjög margt svona spaugilegt og skemmtilegt í henni og náttúrulega þessir árekstrar þessara stúlku og þessa samfélags skapa oft mjög bæði harmlegan og spaugilegan núning að ég held. Já. En þetta er ekki úlningamynd, hún virðist vera... Nei, þeir eru náttúrulega ekki beint úlninga, þeir eru eiginlega komin svona 22 cirka. Þetta er svona dálítið tímabili þegar svona, þú veist, hinir krakkarnir í bekknum eru búin að fara eitthvað og gera eitthvað, þú veist, þeir eru búin að fara í einhvern heiminn en sú sem er alltaf að segja að fara eitthvað og gera eitthvað og verður bara föst í þessu frosna sambandi og þessu frosna fjölskyldulífi sem að hún býr í, sem að kuldi einkennilega samskipti og það aldrei tekist á við harm sem að... Ertu sáttur við hennan afrakstur þegar þú ert búin að sjá bíómyndinni í heild sinni? Ég verð ekki neitt, ég er ekki með sjá. Ég er náttúrulega að hafa frumsýningu í gærkvöldi og ég var bara að sýna hér seg hjá leikfélaginu. Þannig ég komst ekki suður, til miður, en ég er búinn að vera, ég ætla að fara á hana á sunnudaginn og hlakka mikið til. En það er Malmhaus, hún er frumsýnd hvernig á? Frumsýnd í kvöld. Í kvöld? Eða þú veist, hún fer í almenna sýningar í dag. Þú getur farið í Borgarbíó allavega. Já, og líka fyrir sunnan þá. Og fyrir sunnan, já. Almenna sýningi, ég veit ekki líka bíó. Einhverju bíói? Já, maður ekki. Fólk googlar það bara. Ég kynnti mér það ekkert. Hún var alltaf í háskólabíó í gær, veit ég. Þannig að ég veit það ekki alveg. Þetta dugar svo bara googla. Og svo er bara seg áfram hjá ykkur og... Já, bara fullar sýningar helgina og mjög góð viðbrögð líka við því og hlakka bara mikið til að láta það rúlla. Sýndum fyrir fulla sala menntaskólanum hér og það var held ég bara mikið ánægður með það. Þannig að það er allt gaman að halda áfram að sýna það og láta, já. Og bara framtíðin björt. Framtíðin björt. 80 hitt úti og... 80 hitt úti og bara... Það er rosalegt. Herðu, við höldum áfram og við ætlum að fara í Fröken Fix. Takk fyrir að koma. Takk fyrir mig.